Bandaríkjamenn hafa fyrir vikið sko verið að safna á sig rosalegum alþjóðlegum skuldum og svo þessum opinberu skuldum og þetta þar náttúrulega gengur ekki sko þegar þetta orðið svona mikla skuldir að það sé ekkert gert og það sem hann að gera og ég ætla aðeins að fara yfir það ef þú getur sett á nýja glæru að hann með ákveðnar efnahagsáherslur það sem sagt, það hérna system í galskapið hérna method to the madness margir trú ekki miklu á Trump en það samt sko ákveðið hérna system í gangi að eitt markmið hjá honum að hækka raunlaun og verja vel launuð störf í iðnaði og byggja þau upp og eins og ég sýndi sko varðandi launaframleiðnibilið að það sem sennilega best að gera fyrir Bandaríkin að hækka raunlaun. Þetta langskynsamlegasta aðgerð sem hérna nokkur forsti getur gripið til á þessum tímapunkti ef hann ætlar að reyna að skapa meira jafnvægi í undirstöðum bandarísks efnahagslífs. Hvernig aðkoma hans að vinnumarkað? Við þekkjum þessi vinnumarkaðsmódeli sem eru hér á Íslandi, þar sem að ríkisstjórnin og stjórnvöldum eru alltaf ætlað að nýta slaufu á pakkan. Það ekki þannig í Bandaríkjunum. Nei, allt öðruvísi og ég hérna í þessari þjóðhagfræði bók sem ég þýddi, þjóðhagfræði almennrar skynsemi eftir Avi Batra, að þá fer ég yfir einmitt þessa ólíku stöðu íslenska vinnumarkaðarins og þess bandaríska og við erum með 90% eða meira sko af vinnuaflinu í verkalýðsfélögum og stéttarfélögum bara og þykir bara eðlilegt og sjálfstætt og við erum með freka miðlægt sko samningaapparat sko verkalýðsfélögin og atvinnurekendur og síðan hérna miðlarinn á milli og ríki skaffar miðlaran sem frjálsingumönnum kemur það spást fyrir sjónir að það sé. En í Bandaríkjunum þetta þveröfuð, sko, þar eru 10% kannski orðið eftir í verkalýðsfélögum og samningar eru bara mjög dreifðir, þeir eru ekki miðlægir og þannig að og það sem gerðist í þessu sko útvistunarferli þegar Bandaríkjamenn mistu þessi framleiðslustörf sem borguðu vel og þurfti allt í að fara að leita fyrir sér í þjónustugeiranum í störfum sem voru bæði ótrygg og borguð illa að þeir voru komnir í samkeppni við kínverska launamenn og sem voru langt lægra borgaðir en þeir og þetta var náttúrulega skelfileg stað, þeir mistu náttúrulega trú á sínu verkalýðsfélögum og þannig að frá 1980 þá var 1 af hverjum 4 Bandaríkjamönnum í verkalýðsfélagi en núna 1 af hverjum 10, það bara ein breyting. Og það því að fólk, eins og lýsir misti trú á verkalýðsfélagunum, ekki það að það var beint út úr þeim? Reagan hjálpaði ekki til í ágúst 1980 þegar hann rak 11.000 flugumferðarstjóra sem voru í verkfalli, svo kallar PATCO verkalýðsfélag og það lamaði náttúrulega sko svolítið máttinn í verkalýðshreyfingunni að forsetinn lagðist á sveif með atvinnurekendum á svona fantalegan hátt fyrir ekki orðalagið en þetta var mjög drastísk breyting sko og kom illa niður á þessu fólki sem var bara í verkfalli. En fyrirtækin hafa síðan sko geta nýtt sér þessa stöðu, þeir hafa náttúrulega fitnað eins og búkin af fjósbitanum og eru mjög stór, þau eru alþjóðleg, þetta eru einhver stærstu fyrirtæki heimi og samningsstaða þeirra gagvart sko fólki sem að leita eftir vinnu náttúrulega sko svo yfirgengilega sko sterk. Þannig að við höfum bara held ég ekki séð þetta í hinu kapitalísku umhverfi sko í 200 ár. Með merkilegur þessi fyrirtækjakultúr inn í þessum stóru fyrirtæki, ég held að bókin sem hann Gummi, eins og hann kallaður, sem nú stjórnarformaður Icelandair held ég, Guðmundur, sem að, man ekki hvers svona hann gaf út fyrir ári síðan mjög athyglisverða bók, starfaði í Bandaríkjunum lengi og meðal annars lýsir því hvernig var að vinna inn í stórfyrirtækjum eins og Google. Já, sá. Já, og það mjög athyglisverða lýsingar, mjög fróðlegar að sjá inn í þennan bandaríska fyrirtækjumarka. Já, það allir á tannum, sko. Já, og einhverju alltaf hugmyndur deildir töluðust ekki við og það samkeppni á milli manna að leiða einhverja tæknithróun eða koma sinni lausn að inn í og... Já, mikil samkeppni. En allavega, sem sagt, það þessi rosalega sterka samningsstaða og þannig að það sem Trump að reyna að gera að hækka raunlaun og verja þessi nýju störf sem hann að reyna að móta, sem sagt, innstörf með hátækni. Og hann notar tollana sko til þess. Hann að bæði, sem sagt, að hækka þá
til að greiða fyrir sanngjarnum viðskiptum, þá hann aðalega að tala við sko Evrópusambandið og Japan og svona sem hafa verið með innflutningshindranir. Ég var í fyrirtæki í Kaliforníu sem heit Gould Electronics, Medical Products Division hérna á 9. áratug og þá var ég svo kallar Manager of International Support og þá var ég að hjálpa þessum fyrirtækjum sko að reyna að koma hátæknivörum frá Kaliforníu inn á markaðin í Japan og þá bara fórum við að reka okkur á. Það var bara ekki vinnandi vegur, þeir voru með þannig skrifræði að sama þó tollarnir væri ekki svo háir, það var bara ekki hægt að koma vörunnar á markað og þetta hefur verið sko viðvarandi og hann sá fyrsti sko, og við erum að tala hann áratugi sem þetta ástand hefur varað, hann sá fyrsti sem að taka á Japanum og hrista aðeins til og segja sko hérna þið fáðu ekki aðgang á okkar mörkuðum ef þið lægið þetta ekki og þeir að laga það. Hann sem sagt notar þá tollana sem þannig tæki en síðan sko gagvart ríkjum sem eru með mun lægra hérna kauplag eða bara ódýrara vinnuafl þá þarf meiri tolla gagvart heim eins og Kína og Indlandi. Það þarf bara að hærra tollastig gagvart þannig löndum til að venda störfin og þá erum við að tala bara hérna. Finnst þér að þetta sé að ganga fram? Þetta tekur ár. Mörg ár og ég held að byrjunin sko þeir sem voru kannski ekki búin að kynna sér þessi mál, ég kynnti mér þessi mál sko fyrir 30 árum fyrir að ég var bara heppin að ég var nemandi Ravi Batra og hann var að greina þetta og ég fór að hjálpa honum við bók sem hann skrifaði sem heitir Mítan fríverslun sem hérna áætlun endurreist bandarísks efnahagslífs. Og þá talar hann einmitt að hvað við erum að horfa upp á í Bandaríkjunum, þetta hollowing out of industry, að það út af því að tollarnir hafa verið lækkaðir og við reynum, ríkissjóður bæti sér upp með þetta háa tekjuskatta til að hafa peninga til að gera það sem það þarf að gera. Nú heyri bara sko, allir bara að þreyja þorran, trappi bara 3 ár eftir, menn finnir einhverja leið, samþykki eitthvað og býði bara og ætla að þreyja þorran. En sko 3-4 ár, þess vegna var hann að flýta sér 1. apríl að koma þessu á og þá var náttúrulega fór heimurinn á hliðina að því hann stjórnsýslulega þá var þetta alveg bara ferlega léleg stjórnsýsluframkvæmd eins og hann gerði það gagvart heiminum. Til dæmis Ravi Batra ráðlagði sko að hækka tolla úr 5 í 40% á 5 árum. Fara bara róli í einhliða, hann var ekkert að hugsa samningana sérstaklega eins og Trump gerði. Já, hann nálgast þetta allt sem samningamæður. Trump að flýta sér að því að hann bæðorðin frekar aldraður og svo hann sem sagt að reyna að ná einhverjum árangri áður en að þarf að fara frá, þannig að eftirmaður hans eigi möguleika á að komast í embætti sjálfur.